Heil og sæl, Sigurjón Ernir heiti ég og mér langar aðeins að sýna ykkur inn á Vivo Smart 5 heilsúrið. Þannig við bara kerum þetta í gang. Líkt og við sjáum hérna að það er ótrúlega margt sem að úrið er að mæla. Það er að mæla daglega hreyfingu, það mælir púlsinn, súrefnismettuna, svefnskráningu, stressskráningu, body battery sem er bara svona orku level líkamanns. Það mælir öndurna hjá okkur, það getur mælt tíðarhring með því að nota appið. Svo náttúrulega erum við með æfingaforrit, þannig ef þið eru að hlaupa eða styrktaþjálfun eða jóga eða hvað sem þá getið þið notið úrið í mismunandi æfingar. Allt í gegnum með mitt Garmin Connect appið sem virkar með öllum helstu snjallsímum. Já, þannig við ætlum að renna þessi yfir þetta. Þetta er náttúrulega eitt ódýrasta úrið á markaðnum í dag og þrátt fyrir að vera ódýrt þá er það ótrúlega öflugt. Það er náttúrulega almenn heilsuskráning í úrinu þannig að þú getur haldið utan skref og settið markmið í skreffjölda. Þeir sem eru virkir einstaklingar, þeir eru kannski yfirleitt í kringu svona frá 15.000 upp í 20.000 skref og með þeir sem kannski vinna skrifstofuvinnu eru nær 8 til 10.000 skrefum. Þannig að það getur munað aðeins þarna á. En svo náttúrulega getið þið farið út að ganga eftir vinnu og þá getið þið bætt í skreffjöldan og verið með þannig markmið sem þið reynið að ná. Úrið mælir svefn og með svefnskráningu og þið getið bæði séð það í úrinu, þá getið þið séð rauninni mismunandi stig í svefninum sem við farið í gegnum og líka notað appið til að sjá það. Appið sem Garmin Connect er kannski þægilegra, það sjáum þetta náttúrulega bæði stærra og getið séð aðeins ítarlegri upplýsingar. En það er náttúrulega flottur skjár líka úrinu þar sem við sjáum alla þessa þætti. Þannig að það er kannski það sem við viljum helst horfa í svefninum, að við erum með 4 stig í svefninum, að við erum með light sleep, við erum með deep sleep, við erum með REM sleep og svo wake sem er í 4. stig. Við viljum aðalega vera að skoða kannski deep sleep og REM sleep og það er svona mestu gæðamerkin góðan svefn. Yfirleitt förum við í deep sleep snemma í svefninu hjá okkur og svo förum við í REM sleep í seinni hluta svefnsins sem að segja okkur hversu mikilvægt það er að sofa lengi yfir nóttina til að fá bæði deep og REM sleep inn. Úrið mælir líka súrefnismettun í blóði. Eins og ég segi, þó þetta sé lítið og nett úr, þá er það ótrúlega nákvæmt og mælir rosalega margt. Og þið getið séð rauninni alla þessa fítur náttúrulega í Garmin Connect appinu. Úrið telur einmitt skrefið við daginn hjá þér og þú getur einmitt sett þér markmið út frá því eins og við komum inn á hann og þið sjáið hérna í myndinni hvernig skrefafjöldin er þarna. Ég stiltur í þá 7500 núna og svo náttúrulega telur það herra bara yfir daginn og þannig getið þið reynt að ná ákveðnum fjölda og jafnvel bætt í það yfir tíman. Það telur æfingamínútur líka, þannig að það heldur utan alla hreyfingu, hvort sem þú ert í jóga, hlaupi eða liftingum eða hvað, það heldur utan allt saman og í Garmin Connect appinu sjáum við rauninni mjög vel hvernig þróunin er á hreyfingu hjá okkur, hvort þið séu jafnvel að æfa of mikið og lítið eða hvað er að frétta. Úrið lætur líka vita þegar kominn tíma að hreyfa sig, þannig að ef við situm of lengi til dæmis við skrifborðið og höfum kannski hreyft okkur ekki lengi, þá kannski pípur úrið á okkur sem kominn tími til að standa upp og hreyfa sig aðeins sem er mjög gott. Það núllstillir sig alltaf á miðnætti og þá byrjar að telja aftur upp á nýtt, þannig að þá byrja skrefin aftur að telja, æfingarnar aftur að telja, en það heldur utan allt samt í Garmin Connect appinu segi. Það er innbyggður púlsmælir í úrinu sem við sjáum hérna undir, sem er svona grænn laser, þannig að hann mælir púlsinn alltaf yfir daginn, sem yfir æfingar og heldur utan það og þið getið fengið skor út frá púlsinum hvað er standið. Þannig að ef þeir eru til dæmis mjög veika þá getið þið séð breytingu á skorinu í púlsinum sem er merkjum það að líkaminn er jafnvel að erfið eitthvað. Þannig að þetta getur verið gott gott að halda utan þetta og sjá hvort að einhverjar breytingar séu í líkamannum. Sem dæmi þá geti ég stundum séð áður en ég að verða veikur og þá geti ég jafnvel séð breytingar í púlsinum, jafnt sem blóðsykur er að mæla hann og svoleiðis. Þannig að líkaminn oft lætur vita áður en hlutir gerast. Það er ljósmæli náttúrulega hinn undir sem mæli líka endurkast frá rauðum blóðkornum sem er alveg magnað og eins og ég segi þetta er ótrúlega nákvæmt og gott úr þó það sé lítið nett ódýrt. Það er innbyggður súrefnismettunarmæli í úrinu og þið ættu helst að vera svona milli 95 til 98% í súrefnismettun. Það er ekki margir sem fara mikið ofar en það og það er rautt ljós sem er notað til að mæla þessa súrefnismettun sem að úrið gefur. Það mælir svefninn sem við komum inn á þann og gefur þér einkunn út frá svefninum, þannig að bæði hversu lengi þú ert að sofa og svo gæðin í svefninum. Þannig að það mælir léttan svefn, djúpsvefn og REM-svefn sem eru svona þessi helstu svefnstig. Þannig að wake rauninni 4. stigið er kannski ekki alveg heldur, þarf ekki allir að vita það.
Það stillir áætlaðan svefntíma í appinu sem þú sér nánar upplýsingar svefninn og það stillir oft svolítið í takt við hversu virkur þú ert og hversu miklu hreyfingu þú stundar og hvernig stress yfir daginn og fleiri úr. Þannig að þetta ótrúlega nákvæm og flott græja og safnar saman mikið af upplýsingum. Varðandi heilsuskráningu með stressið að það skali frá 0 til 1 sem byggist á upplýsingum út frá púlsinum hjá þér. Þannig að ef að púlsin hár yfir daginn þá það merkjum að það sé kannski meira stress í gangi og ef hann lágur yfir daginn þá ertu minna stressaður. Og hann mælir náttúrulega líka stressið yfir nóttinni í svefninum. 0 til 25 setkerfið sem sagt virkara en drifkerfið lækkar hjartslátt til að útskýra aðeins hvað hækkar og hvað lækkar. Þannig að 25 til 100 drifkerfið virkara og þá hækkar hjartslátturinn og þá rauninni sjáum við það breytingar í appinu. Það mælir náttúrulega önduna líka, þannig að það mælir hversu mikið við öndum yfir sólarhringinn og meðaltal kannski milli 12 til 20, sjálfur ég yfirleitt svona í 13 til 14, en þetta fer að sjálfstöðu eftir bara hvaða líkamlega ástandi einstaklingurinn Þannig ef við erum komin í 20 þá kannski þetta merkir við sem að anda aðeins svo mikið, komin í smá svona oföndun og ef við erum komin kannski mikið neðar en 12 þá það kannski merkjum að við sem þurfum að láta kannski kíkja aðeins á það. Það eru önduræfingar í boði, í appinu, þannig að það hægt að skoða það og þjálfa þetta aðeins. Það má þjálfa öndun líkt og margt annað. Tíðahringur, það eitthvað sem úrið getur haldið utanum, þannig að það hægt að skrásast upplýsingar og einkenni tíðahringi í Garmin Connect appinu og hægt að stilla á þungun líka, þannig að það hægt að fylgjast með ótrúlega mörgu með þessari mögnuðu græju hérna. Það eru æfingaforrit, það ekki innbyggt GPS í úrinu, þannig þið þurfa að tengja alltaf úrið við símann hjá okkur, þannig að þegar ég fer á hleyp þá þarf ég að tengja og nota GPS-ið í símanum, af því að það ekki í úrinu til staðar og þannig eru fullt af forhlöðnum æfingaprógramum, þannig að hvort sem að fara í jóga eða pílates eða brennslu eða hlaup eða hvað það að þá getið þið notað þess Garmin Connect appið og tengt það svolítið saman og tengt náttúrulega inn á Strava líka sem mjög vinsælt æfingaforrit. Garmin Connect appið, hérna sjáu þið mynd af því og það heldur utanum og geymir allar þessar upplýsingar og þarna getur þú séð bæði aftur í tíman og líka bara hvað í gangi nákvæmlega núna með því að tengjast inn á það. Þannig að það heldur utanum allt og þannig reiknar það hvernig meðaltalið af svefninum, í stressinu, í skrifatalningu og fleiri þeim dúr og svo getur ég setja einhvers konar markmið út frá því. Þannig algengar spurningar, golfæfingaforritið, þú getur séð náttúrulega í Garmin Connect hvaða forrit í boði fyrir þetta úr og náttúrulega þegar þú tengist Garmin Connect appinu þá sérðu allt sem í boði fyrir úrið, þannig það einfaldast bara að sjá þetta þar inni. Það ekki Garmin Pay í þessu úri, það svona í fleiri svona flóknari og dýrari úrum. GPS-ið, hvernig virkar það? Það náttúrulega eins og ég segi, það tengist þá út frá símanum, þannig það ekki GPS í úrinu, heldur þarf ég að synka úrið við síman til að GPS-signali komi upp. Það skiptir ekki máli hvernig síma þú ert með, hvort þú ert að nota Android-stýrikerfið eða iPhone og þá virkar það, getur tengt allt með bara appið, Garmin Connect, og getur náð í það hvaða snjalltæki sem Úrið vassalt, þannig að þú getur farið út á hlaupirigningunni og farið í sund og farið í gufu og fleiri þeim dúr og það á að þola það allt saman. Úrið ekki með SIM-korti, það spurning sem kemur stundum upp. Ég held að sé ekki meira í bili, ég þakka bara fyrir áhorfið og bara keyrum við hreyfingunni í gang.